Komið sæl, Birgir Þór heiti ég þegar að horfa á þriðju umferð heimsbikarkeppninnar í torfæru sem framfór á laugardaginn. Gunnar, er eitthvað stress í gangi? Nei. Jú, bara brautaskoðun. Áttu möguleika á fyrsta sæti í dag? Já, já. Alveg sjálfsagt. Bíllinn í lagi? Já. Áttu möguleika á sigri? Ég tel mér nú alltaf að hafa möguleika á því. Áttu möguleika á sigri? Já. Er það raunhæft? Já. Ertu í æfingu? Mætti verið betri æfingu náttúrulega. En við bara sjáum hvað gerist. Ég gerir mitt besta náttúrulega og ég stefni alveg hygglust á sigur og ekkert annað. Þú var kurteis, ertu grimmur? Sjáum hvað gerist á eftir. Ertu grimmur í dag? Við skulum bara reyna að ekki vera margir fyrir allavega þegar við fyrir brekkurnar. Ertu grimmur? Það er stíð á. Já, ég er grimmur. Ég ætla að vinna. Sagði Björn Ingi, þetta er staðan eftir fyrstu tvær umferðirnar. Haraldur Pétursson er með fullt úr stiga 20 stig, Úli Graversen og Sigurður Þór Jónsson báðir með 12, Róar Jóhansen 4, Tómas Efsótt er nú með 5 í 5. sæti með 8 stig. Halle P is a terrific driver, and he showed us that it's not an he drives as he used to do, as I have seen on TV and so. Can you beat him? I think so. I hope so. I will do my best. Here or in Hella? I will try both. Okay. Good luck. Thank you. Keppnin var haldin af Akstursíþróttafélagi Suðurnesja með dyggri aðstoð frá íslenskum aðalverktökum Sparisjóðnum í Keflavík og fyrirtækinu Bílar og Hjól. Nú, vikan byrjaði ekki vel. Garðar Gunnarsson, forseti Landssambands íslenskra akstursfélaga og keppnisstjóri í þessari keppni stóð í ströngu við tollayfirvöld. Bílarnir norsku og sænsku fengust ekki leystir út fyrr en á föstudagskvöldinu þá með neyðarleyfi. Sumir segja að það hafi verið farsæll endir, en það er langt í frá að það hafi verið farsæll endir. Áhorfendur héldu flestallir að keppninni hefði verið aflýst. Svo var ekki, hún fór fram og áhorfendur eru jú liðsviðurværi lítilla íþróttafélaga eins og Akstursíþróttafélags Suðurnesja og þeir voru fáir í þessari keppni, á þessari keppni. Fyrstur í fyrstu braut var Daniel Gunnar Ingimundarson á grænu þrumunni, Green Thunder eins og hann vill kalla hana. Og hann er svona aðeins að sanka sér refsingum hér. Nú það var keppt eftir íslenskum reglum, hér sest hann nú á kviðinn. Hann hélt nú áfram eftir að hafa bakkað, fekk 350 fyrir lengdina en heil 260 refsistig. Þá er það Róar Jóhansen. 3 svona bílar voru í þessari keppni. Þeir mynda lið í Noregi og koma upphaflega frá spyrnukeppnum í mold og drullu. Hefur verið breytt til þáttöku í torfærukeppnum en skandinavíska meistarakeppnin á milli 3 landa, Danmerkur, Svíþjóðar og Noregs, hefur verið að stækka á undanförnum árum og er nú svo komið að 35 til 40 bílar taka þátt í hverri umferð. Róar Jóhansen kemur frá Noregi og það er gríðarlegt afl í þessum bíl. Skortir aldrei afl og hann fer hér upp á 350 stig með 90 refsistig. Ole Kristján Rústan, mjög svipaður bíll og hjá Róar Jóhansen. Nú það voru 8 brautir. 19 keppendur, þannig að við þurfum að fara svolítið hratt yfir sögu hér á þessum hálftíma sem við höfum til ráðstöfunar og hér sest hann á kviðinn, rétt eins og Björn Ingi á síðastlinu ári. Hann er á mínum stað! Nú blótar hann! Þessi elskan! Það þekkir Björn Ingi og hlær dátt en það ekki komið að honum. Þá er það Gunnar Ásgeirsson hér á heimaslóðum. Lenti í basli í umferðunum í Noregi, var tíma í einu af 3 efstu sætunum en gluttraði því niður undir lokinn í fyrstu umferðinni. Vel gert hjá Gunnari. Sýnist hann ekki vera komið með nema 20 refsistig. Merkingar heldur við átt að venjast, engin dekk heldur plaststikur og glæsilega gert hjá honum 350 stig fyrir lengdina og 20 refsistig. Þá er það Sigurður Þór Jónsson.
með 12 stig í heimsbikarkeppninni, Haraldur 20, Ole Graversen einnig með 12. Þannig að gengi alltaf óskum hjá Haraldi Péturssoni, þá var þetta slagurinn annarsætið. Sigurður Þór kominn með stefna hér á endaliðið og 350 stigin, en 70 refsistig hins vegar staðreynd og hann skorar 280 stig. Gunnar Gunnarsson. Vel gert hjá Gunnari, hann í götubílaflokki, gríðarlegt afl í þessum bíl eftir að hann setti hann nýja vél í vetur, 350 fyrir lengdina, Hans maki frá Svíþjóð. Hans maki mætti í keppni á vegum Landssambands íslenskra akstursfélaga í Svindon árið 2000. Gekk ekki sem skildi hjá honum í Noregi, en hann hér að gera vel. Þetta eru 350 stig fyrir lengdina, en 70 refsistig. Það var að Björn Ingi Jóhannesson kominn yfir fyrstu hindrun. Vel gert hjá Byrni. Það lítur vel út. Hann snertir þarna og drepur síðan á þar sem að nitrórófinn bilaði hjá honum. Þá var það Leó Viðar Björnsson, hættur að vera efnilegur, orðinn góður. Óps. Aðeins að snerta stikurnar, en þetta vel gert hjá honum. Glæsilegt. Aðeins 40 refsistig, 350 fyrir lengdina, þetta 310 stig. Helgi Gunnarsson. Og Helgi skorar hér 350 stig mínus 60. Nú Ragnar Róbertsson ók þessa leið til enda, eða þessa þraut, og fekk fyrir það 350 stig. Alltaf gaman að horfa á Ragnar. Þá það Ole Graversen. Hann leiðir í skandinavísku meistarakeppninni. En hér á leiðinni út úr braut. Og þetta eru 40 stig í mínus, það má bakka bíllengd hér, og svo þar að ekki tekur hann rauðu stikuna þarna, það önnur 20 stig. Og Graversen 350 fyrir lengdina, en 130 refsistig. Arne Jóhannesson frá Noregi, Ole Graversen einnig norskur. Ríflega 800 hestöfl. Þetta eru 350 fyrir lengdina og aðeins 20 refsistig. Finn Löfberg keppir í götubílaflokki og leiðir í heimsbikarkeppninni í þeim flokki eftir 2 fyrstu umferðirnar í Noregi. Sigraði annar þeirra og fekk 5 stig af 10 mögulegum í hinni, en hér fer hjá honum bremsurur og hann hættir við í þessari braut, og Finn Löfberg skoraði 60 stig, Haraldur Pétursson. Og hann að snerta hérna. Nú, bíll Haraldar hefur það fram yfir flesta hina bílana hvað hann leggur vel á, auk þess sem hann mjög léttur. Og Haraldur 350 mínus 20. Og staðan að lokinni fyrstu braut: Gunnar Ásgeirsson, Arne Jóhannesson, Haraldur Pétursson allir með 330 stig, Leó Viðar Björnsson og Ragnar Róbertsson 310, Gunnar Gunnarsson og Helgi Gunnarsson með 290 stig.
Þá er það braut númer 2, tímabraut, Gunnar Ásgeirsson og á heimavelli. $300 stig fyrir besta tíman, 270 fyrir annan besta tíman, 10 stig í refsingu fyrir hverja stigu sem að menn taka. Já, þetta er bara besti tíminn í brautinni og fyrir það fær hann 300 stig. Og Gunnar Gunnarsson tók besta tíma í göttubílaflokki. Glæsilegur akstur hjá Gunnari. Roar Johansen frá Noregi. Með 4. besta tíma í þessari braut. 240 stig fyrir það en 30 stig í refsingu. Það vantar ekki aflið eins og sjá má. Og Björn Ingi Jóhannsson, já, það bilar aftur. Björn Ingi, hvað er að gerast hjá þér? Herðu, það er bara allt að klika. Búin bensíndala fyrir nítróið í fyrstu brautinni og svo í annarri braut á þokkalegur siglingu og þá sprakk millikassinn. Hver er skýringin af því? Ekki springur þetta bara því að leikur vindur þetta? Ég hef enga skýringu á því þessu tilfelli. Þetta skipti allavega. Það er bara, ég hef aldrei brotið millikassa áður. Já, og Sigurður Þór Jónsson. Ekkert á því að velta. En hann var hins vegar að draga sig í hlé að lokinni þessari braut. Hér fer hjá honum ventill og vélinn fór hreinlega í small við það. Nú Gunnar Ásgeirsson leiddi eftir 2 brautir með 30 stiga forskot á Harald Pétursson. Gunnar Gunnarsson í 3. sæti þó að á göttubíl sé og Ragnar Róbertsson aðeins 20 stigum þar á eftir. Leó Viðar Björnsson 5. Sigurður Þór 7. og Roar Johansen þar á eftir. Þá er það 3. braut, Gunnar Gunnarsson. Gunnar þarf á því að halda að sigra og fá sem flesta Íslendinga í göttubílaflokki á milli sín og Finn E. Löfberg. Það munaði á þeim 6 stigum í heimsbikarkeppninni fyrir þessar 2 umferðir sem framfóru á Íslandi. Við erum stödd á Reykjanesinu en hér fer Gunnar út úr braut og ekki kann það góðri lukka að stýra. 75 stig fyrir lengdina Bjarki Reynisson í göttubílaflokki. Gunnar þarf á hans aðstoð að halda. Hann þarf að fá Bjarka Reynisson á milli sín og Finns E. Löfberg. 10 stig fást fyrir 1. sætið, 8 fyrir annað, 6 fyrir 3. og 5 fyrir 4. sætið. Þannig að Gunnar getur unnið upp 5 af þessum 6 stigum sem munar á honum og Finni Löfberg. Fá hann 2 Íslendinga á milli sín og Finns að því gefna að Gunnar Gunnarsson nái sigri í göttubílaflokki. Bjarki gerir þetta einstaklega vel, 350 fyrir lengdina. Og hans maki sömuleiðis. Íslendingarnir voru að sýna norsku og sænska keppandanum að þeir kunna alveg að keyra. Og fer hann upp fyrir Gunnar Gunnarsson hér. Bjarki er komin upp fyrir hann og Ragnar fer hér upp á og yfir þennan hól og eftir leikurinn auðveldur 350 stig. Úli Graversen. Aftur er hann komin í vandræði. Hann þarf að bakka hér. Nú hann leiðir í skandinavísku meistarikeppninni á þessu ári. Er meistari frá í fyrra. Er bara hreinlega of seinn á gjöfina hérna og sest á kviðinn og fer ekki lengra. Finni Löfberg. Já, gott fyrir Gunnar Gunnarsson. Ekki fer nú Finn lengra en þetta. Það var það Harald Pétursson. Búinn að horfa á keppendur og undan sér setjast þarna á kviðinn. Vel gert hjá Haraldi. Hann kann þetta. Engin spurning. Kristján Rústan. En eins og norskra manna siður er, 16 hér á kviðinn.
Gunnar Ásgeirsson í forystunni. Hann er aðeins grófur hér á hliðunum. Hann er þarna yfir rauðu stiguna. Hann er að tapa hér talsvert af stigum. Og Björn Ingi skildi nú þessi saga halda áfram þennan daginn. Bíðum og sjáum. Já, svona fer þegar að menn eigi ekki sinn dag. Þriðja óhappið í 3 þrautum. Haraldur Pétursson hefur tekið forystu eftir 3 brautir með 890 stig. Ragnar Róbertsson er annar og á götubíl. Gunnar Ásgeirsson þriðji, hans maki í 4. Bjarki Reynisson 5. Leó Viðar Björnsson 7. Róar Jóhannsson 7. og Gunnar Gunnarsson fallinn niður í 8. sæti. 4. braut, hans maki fer þar fyrstur. Koma hér niður á mót okkur. Fer þarna mínus 50 stig fyrir þetta hlið. Nær ekki beyginu almennilega. Svo að búið að búa til smá poll. Aðeins til þess að bleita í bílunum. Og aftur snertir hans maki, hann er búinn að tapa 70 stigum. 250 fyrir lengdina, mínus 70. Björn Ingi, hvað gerist nú? Já, þetta er að verða framhaldssaga. 4. brautin og 4. óhappið hjá Byrni. Leó Viðar Björnsson. Vel gert hjá Leó, 350 fyrir lengdina, aðeins 30 refsistig. Ragnar Róbertsson. Öðru sætu þegar hér er komið svo tekur hann á sig 50 stiga refsingu til þess að vera öruggur á því að komast þarna upp. Haraldur Pétursson var í forystu. Árni Jónsson skoraði 330 stig þessari braut. Úli Graversen 290. Haraldur Pétursson heldur forystinu og eykur við hana, er með 1240 stig. 90 stigum meira en Ragnar Róbertsson. Gunnar Ásgeirsson í 3. Leó Viðar Björnsson 4. Hans maki 5. Róar Jóhannsson 7. og Gunnar Gunnarsson kominn upp með 1 sæti upp fyrir Bjarka Reynisson. 5. braut, Leó Viðar Björnsson. Það standa sig hetjulega þar til hann gerir hér þessi mistök. Lærir væntanlega af því. Nú er það Ragnar Róbertsson. Fer upp á, en snertir stigkurnar beggja vegna. Og 40 stig fyrir að bakka í refsingu. Það var skárra heldur en að taka hliðið á 50 stigum í mínus. Og svona málamyndabrekka hérna í lokin, Haraldur Pétursson. Hann nær beyjunni, þökk sé búnaðinum að framan hjá honum. Nú þegar að menn byggja bílana svona þeir leggja mikið á, þá þarf sá búnaðar að vera mjög sterkur. Það sem að mikið afl þarf að fara gegnum hjöruliðina sem að í hjólunum eða út við hjólin eru. Ole Kristján Rústad. Já, ekki gengur það. Skorar ekki mikið fyrir þennan árangur. Það var Gunnar Ásgeirsson. Já. En hann snertir stiguna hérna. Þar fara 20 stig. Og eins og slagurinn er, þá munar hver 10 stig. Þegar margir jafnir ökumenn og jafn góðir bílar eru samankomnir í þessari íslensku torfæru. Staðan eftir 5. braut þegar 3 eru eftir. Haraldur Pétursson er með 1520 stig í 1. seti. Gunnar Ásgeirsson kominn upp í 2. seti. Ragnar Róbertsson niður í 3. Hans maki í 4. og Gunnar Gunnarsson hækkar sæti, kominn upp í 7. seti. Róar Jóhannsson í 5. seti. Ragnar Róbertsson. Æ!
Þetta í upphafi 7. brautar sem hann sest hér á kviðinn og hann getur ómögulega að losa sig og tapar hér fullt af stigum. Og Ole Gravesen kemur illa niður hér. Virtist ekki vera mikið högg en nóg til þess að hann fer út úr brautinni. I was jumping and when the car went down, I lost my breath. So when the back hurts a little bit, so that's why. Are you okay now? Yeah. I'm okay. Okay, that's good. Já, misti andan. Það var Arne Jóhannesen. Þetta 7. braut. Já, yfir fyrir hann. Og hér áttu keppendur að aka stystu leið í næsta hlið. Og svo fram að brúninni og síðan var hægri beygja í öllum þessum hliðarhalla. Og það vill oft verða svona vafatriði hvenar menn eru konur út úr braut og hvenar ekki. Og það er reynt að ganga frá því fyrir keppnina og keppendum tilkynnt það hvaða leið má fara á milli hliða án þess að fara út úr braut. Haraldur Pétursson. Það er ekki að stoppa hér. Nei. Næstum því í sporunum en hér vill dómari meina að hann hafi farið of langt til hægri og brautarstjóri gerir tilraun til þess að stöðva Harald. Haraldur ók brautina til enda en var ekki sáttur. Já. Og tekur síðan vinkilbeygju hérna upp og hérna er förin eftir því, skilur. Það er engin för hérna. Nei, þú kemur hérna. Já. Svo þegar þú sér hliðið, þá beygir þú klárlega til hægri. Til þess að geta komið í hliðið, bíllinn keyrir ekki á hlið. Það eru bara beygjur framan á bílunum. Þess vegna þú getur ekki komið keyrandi hér og tekið vinkilbeygju hér niður. Þú kemur náttúrulega í beygjuna til að fara niður hliðið. Annars skilur afturhjólið eftir hérna á stikunni. Þannig eru bílar bara, það stýra framan og þannig að þeir elda bara þegar þú keyrir. Já, ég veit það alveg sko. Og ef það má ekki fara eitthvað ákveðið langt, á að vera stika sem segir hvað þú mátt fara. Og bíllinn kemur ekki við jörðina fyrir hann að lendi. Þetta er alveg farið niður, reddið þau kennustjóra, við ætlum að halda áfram í keppnina. Þetta er alveg. Já, Haraldur ekki sáttur við það að vera dæmdur út úr braut þarna. Og Haraldur fékk ekki mörg stig í þessari braut. Aðeins 120 stig og þar með mistan þennan mann, Gunnar Ásgeirsson, upp fyrir sig. Gunnar með forystuna eftir 6 brautir og hans maki. Upp á fyrir hann, Haraldur gerði athugasemd við þetta og ákveðið var að halda áfram keppninni og skoða þetta mál eftir keppnina. Gunnar Ásgeirsson með forystu, 1685 stig, 45 stigum meira heldur en Haraldur Pétursson. Hans maki í 3. sæti, Gunnar Gunnarsson konum fyrir Ragnar Róbertsson í götubílaflokki og Finne Löfberg er þá niður í 4. sæti. Þá var næst tímabraut nr. 2, 7. á næst síðasta brautin. Þegar þessi maður setur undir stýri, hann ekur á allt hratt, það gerði Björn Ingi líka en Rögnvaldssagan hélt áfram, hann velti bíl sínum í þessari tímabraut. Gunnar nær hér góðum tíma, betri tíma heldur en Haraldur Pétursson og jók þar með við forskot sitt. Og Roar Jóhansen náði besta tímanum í tímabrautinni, virtist ekki fara hratt yfir en var samt sem áður fljótur. Og Gunnar Gunnarsson herti tökin á 1. sætinu í götubílaflokki, þannig að allt leit þetta mjög vel út fyrir nokkra aðila. Haraldur Pétursson reyndar niður í 3. sæti þarna, jafn Roar Jóhansen þegar ein þraut er eftir. Gunnar Gunnarsson fyrir ofan Ragnar Róbertsson átti 60 stig til góða á Ragnar og Finne Löfberg fyrir neðan Bjarka. Og hann fer hér fyrstur í síðustu brautina. Með vindinn í bakið og allt rykið fyrir framan sig, hann sér ekkert hvar hliðið er. Það er erfið torfæra framundan. Hún er ekki manngeng, hún er ekki há, 2,5 metri, en Finne Löfberg reynir ekki við þetta. Þannig að
sæti væntanlega hans. Það var Haraldur Pétursson. Það var spurning hvort hann nær að komast upp fyrir Gunnar Gunnarsson með því að læða... Nei. Og Haraldur skorar hér 160 stig, engin refsing. Magnús Torfi Ólafsson, nýliði í torfærinni. Miður tíminn svo knappur hjá okkur að við höfum ekki tök á að sýna alla í öllum brautum. Hann stekkur hér hreinlega út fyrir braut. Ökumaður sem á öru eftir að láta að sér kveða þegar að framleiða stundir, skortir ekki kjarkinn hér. Það sem Haraldur Pétursson fór ekki upp, þar fór hann. Það var Ole Kristján Rústan. Í þessari keppni þá sýndu Íslendingarnir að þeir eru betri ökumenn. Sumir íslensku bílanna orðnir betri en þeir norsku og sænsku þó að skorti kannski aðeins á aflið í sumum tilfellum. Gunnar Ásgeirsson. Og hér springur hjá honum skiptingin, hún springur hreinlega í tætlur og þar með er hann búinn að missa Harald Pétursson upp fyrir sig hér á lokasprettinum og þarna er Hlíf sem á að verja ökumanninn og hún lætur aðeins á sjá eftir þessa sprengingu. Þessi Hlíf er þarna samkvæmt reglum. Hlífin bjargaði þér núna? Hvað? Hlífin bjargaði þér? Já. En súrt er það í stigum. Elmar, þú þekkir þetta? Já. Taktu mynd af Elmar hérna, hann keyrði hann síðast þegar hún sprakk í þessum bíl. Já, Elmar lenti í því að sprengja skiptingu þar sem að Hlífin var ekki alveg í lagi og hann fékk brotin úr skiptingunni í fótinn. Það var Gunnar Gunnarsson. Var í nokkuð öruggu sæti í götubílaflokki en hér er hann annaðhvort dæmdur út úr braut. Hann er bara hreinlega dæmdur út úr braut á 80 stigum, snert hann rauðu stigun eða ekki, það er spurningin. Fer hér í sömu hjólför og aðrir keppendur sem hafa ekki verið dæmdur úr braut, þannig að hann hlýtur, já, hann snertir hér hvortveggjan, hann fær samt sem áður ekki 350 stig fyrir lengdina. Þarna fer framhjólið yfir rauðustikuna og síðan afturhjólið og þetta þýðir það hann hefði einungis átt að fá 50 stig í refsingu þarna og 350 fyrir lengdina. Hann situr hins vegar uppi með það að hafa ekki fengið nema 80 stig. Og Bjarki Reynisson búinn að sjá hvað er leið á að fara upp og hann læði sér hér upp á toppinn. Það var það hans maki. Gunnar hefði átt möguleika á því að gera athugasemd við þetta innan klukkutíma frá því að úrslit voru tilkynnt. Hann gerði það ekki og situr því uppi með það að hafa ekki fengið 300 stig fyrir þessa braut og Ragnar Róbertsson er nú búinn að sjá nákvæmlega hvaða leið á að fara og hún er orðin auðveld 350 stig til hans mínus 50 og upp fyrir Gunnar Gunnarsson og hirðir þar með sigurinn í götubílaflokki. Ragnar Róbertsson í 3. sæti yfir heildina, Gunnar Ásgeirsson í 2. sæti aðeins 5 stigum á eftir Haraldi Pétursinni, hans maki í 4. sæti. Glæsilegur árangur Íslendinga í þessari keppni og staðan í sérútbúnaflokknum eftir fyrstu 3 Haraldur Pétursson búinn að hirða titilinn. Úle Graversson, Sigurþór Jónsson jafnir með 12 stig, hans maki með 11 og Gunnar Ásgeirsson 10 stig. Nú á föstudagskvöldi kemur, þá munum við sýna hér á Sýn, bestu íþróttarás í heimi, 4. umferðina sem framfór að Hellu á sunnudaginn og þeim megi trúa því, það gekk mikið á. Birgir Þór kveður að sinni, sjáumst aftur á föstudagskvöldið. Bless, bless.